Velkomin í Vélarum fótboltans. Við erum meitt hingað í þessa spennandi yfirferð til að kryfja hér góðsagnakennda 2-4-1 kerfi úr UEFA Elite U12 meistaraklúbnum. Þetta verður alveg geggjað. Algjörlega. Ég er spenntur. Fótbolti vinnst nefnilega ekkert lengur á því að sparka bara langt fram og vona það besta. Nei, þetta snýst að stýra svæðum, finna nýja vinkla og taka völdin á miðjunni algjörlega með þessum magnaða tíli. Við erum að tala 8 hlutverk á vellinum sem skarast og búa til bókstaflega endalausa sendingar þríhyrninga. Þjálfari A. Byrjum á að renna stuttlega yfir dagskrána fyrir þessa greiningu. Við byrjum á taktíkinni sjálfri, hoppum svo í vörnina, ræðum miðjuna, tökum sóknina og bindum þetta svo allt saman í lókin með meginreglum liðsins. Vindum okkur í þetta? Þjálfari B. Fyrsti kafli. Taktíkin. 2-4-1 tígulinn okkar. Þjálfari A. Annar kafli. Vörnin, sópari og lásinn. Þjálfari B. Sjáið til, allt þetta magnaða vélarrúm byrja nefnilega alveg aftast. Markvörðurinn ekki lengur bara leikmaðurinn sem á að verja skot. Hann í rauninni fyrsti sóknarmaðurinn okkar. Akkurat. Hugsum okkur bara Manuel Neuer. Að vera komin langt út úr teig, lesa leikinn fyrirfram, hreinsa burt hættu og setja svo upp næsta sókna á einu augabragði. Við viljum nákvæmlega svoleiðis yfir vegun. Þjálfari B. Og þetta markmannshlutverk skiptist gróflega í 3 fasa. Í vörninni ertu þessi sópandi markvörður heldur hári stöðu til að hirða allar stungusendingar andstæðingisins. Já, og umliðu boltinu unnin þarf að halda rósinni og koma boltanum frá sér með örugum stuttum sendingum eftir grasinu. En svo kemur það skemmtilegasta, sóknafasin, hröð, nákvæm handköst sem bókstaflega kveikja í lyftusóknum liðsins. Hraðin hér svo mikilvægur. Beint fyrir framan markmanninn setur svo hjarta varnarinnar. Miðverðin okkar 2. Hér erum við að horfa eftir algjörum úrvalsgæðum. Við viljum sjá sama svakalega leiklæstur og leiðtogahæfileika og við sjáum hjá Virgil van Dijk. Og svo, þegar kemur að sendingum fram á við og hugrekki á boltan, þurfum við nákvæmi á við Josko og Guardiol. Svakalega kröfur, vissulega, en þetta það sem þarf. Til að þetta gangi upp verðum við að skilja hugtakið pendul. Þessi 2 miðverður okkar mega nefnilega undir engum kringumstæðum slitna í sundur, það dauðasynd. Hnitmiðað hjá þér. Þetta virkar þannig að ef annar stígur upp til að pressa andstæðing, þá dregur hinn sig aðeins tilbaka og innar á vellin til að loka svæðinu. Eins og ósýnilegt band sjá milli þeirra. 10-15 metrar þarna á milli, ekki meir. Annars opnum við bara flaði fyrir andstæðingin. Þannig að pendulinn notaður til að læsa miðjunni og bókstaflega ýta andstæðingunum út á kantana. Í burtu frá markin okkar. Þjálfari B. En hvað svo þegar við vinnum boltan? Við hreinsum ekki bara blind fram. Nei, miðverðirnir að brjóta línur andstæðingins með hnétmiðum, föstum sendingum beint inn í miðjutingulinn okkar. Við snúum vörninu umsvefalaust í sókn. Þjálfari A. Þá erum við komin í kafla 3. Miðjan, akkerið og vélarnar. Þjálfari B. Hérna stígum við formlega inn í sjálft vélarrúmið. Á botninum á þessum tígli, númer 6, akkerið okkar, heilin í liðinu. Hugsum Sverki og Busquets, hérna, fáir betri í heiminum til að taka mið af. Þjálfari A. Akkerinn okkar vinnur óeigingjart starf, lokar svæðum og vendar eftirstu línuna. En vitið hvar aðskilur góða sexko frá þeirri frábæru? Skönnunin, að veri alltaf að líta yfir öxluna áður en boltinn kemur. Þjálfari B. Einmitt, vita nákvæmlega hvar allir eru stattir, taka við boltanum í hálfsnúningi, nota 1 eða 2 snertingar og halda sókninni fljótandi. Þetta hljómar einfalt, en þetta algjört lykilatriði. Þjálfari B. Út á köntunum í tíglunum sitja svo vélarnar okkar í númer 7 og 11. Hér fyrir við alvöru vinnuheista til leiks. Algjörlega. Við erum að leita á orkunni og vinsluseminni sem við sjáum hjá Antoine Griezmann blanda saman við yfirvegunina í Luka Modric. Þetta eru leikmennirnir sem hlaupa bókstaflega úr sér lungun. Þeir gefa miðjunni breytina sem hún þarf og tengja allt kerfið saman. Þjálfari B. Án bolta eru þessar velar stanslaust að pressa, fylla upp í rými og búa til yfirtölu á miðjunni fyrir okkur. Þjálfari A. En það annað sem gerir þessa stöður svo svakalega hættulegar í sókninni. Óvæntu hlaupin án bolta. Hugsum okkur, þegar við sækjum upp vinstri kantinn, þá verður vélin hæra megin að mæta eins og vofa inn í tegin á fjarstöngina, mættur til að skora. Það svo ógeðslega erfitt að verjast þessu. Þjálfari B. Kafli 4 mættur, sóknin sjálf, 10 okkar og spjútsotturinn. Þá erum við loksins komin á toppin á tíglunum okkar. Leikstöðnandinn okkar númer 10 og fyrirmyndin hér engin annar en Lionel Messi.
Galdramaðurinn sem sér hluti sem engin annar á vellinum sér og opnar varnir upp á gátt með einni snertingu. Þjálfara B og tían okkar þalfi að lifa og hreirast í því sem við kallum hálfsveiðin. Hvað er það eiginlega? Jú, það eru þessu gullnuvasar sem myndast akkvart á milli miðju og varnarlínu andstæðingana. Nákvæmlega það. Og ef tían fær boltan í þessum vösum og fær tíma til að snúa sér við og keyra andlitið beint af varninni, já, þá getur andstæðingurinn allt eins farið að biðjast fyrir. Þjálfari A. En þótt messirullan hjómi bara eins og skemmtileg sóknarvinna, þá byrjar starfið samt alltaf á að leiða pressuna í miðjunni leið og bolti tapast. Við verðum að vinna saman. Þá sannarlega, en þegar boltin vinnst, þá leitað beint í þessa vasa sem við vorum að tala um. Við viljum sjá leikstjórnandan draga fram töfrasprotan, finna nálina í heistaknum og senda þessar bannvænu stungusendingar í gegnum klofið á vörninni, beint á spjórtsottin okkar. Þjálfari B, sem færir okkur auðvitað að fremsta leikmanni valdarins, númer 9. Og við erum ekkert að biðja smáhluti hérna. Við viljum grimmilega vinnu og pressu eins og Julián Álvarez, saminað þessum ískalda drápseðli og sprengikrafti framan við markið sem við þekkjum frá Kylian Mbappé. Er það of mikið farið fram á? Ég held ekki. Þjálfari A. Spjóttdótturinn okkar fremsta varnarlínan okkar í þessu kerfi. Hann byrjar pressuna hátt uppi, síðan í uppbyggingu á sókni þarf hann að binda miðverðina við sig og halda boltanum, svo spila honum á miðjumenn sem koma hlaupandi á ferðinni. Þjálfari B. En þegar allt kemur til alls snýst þetta markaskorun og lykillinn þar eru tímasettu skáhlaupin, að tímasetja hlaup á bak við varnamennina á nákvæmlega réttu sekundubroti þegar stungan kemur frá tíunni. Það skilar mörkum. Þjálfari A. Og þá erum við komin að loka kaplanum. 5. kapli. Meginreglur og hraðstýring liðsins. Þetta límið sem heldur þessu öllu saman. Þjálfari B. Málið sko þetta. Allir þessi flottu einstaklingshæfileikar sem við rætum skipta nákvæmlega engu máli ef liðið fylgir ekki grundvallarreglum pláss og hraða. Gullreglan einföld. Með bolta, gerið völlin eins stóran og hættir. Við dráum okkur í sundur og opnum tíulinn upp á gátt. Þjálfari A. Akkurat, en án bolta. Þá snýst þetta hið gagnstæða, minkað völlin samstundis. Við þjöppum liðinu grimmilega vel saman eins og harmoníku og lokum á öll pláss á miðjunni. Þjálfari A og tímasetningin í þessum umskiptum skiptir sköpum. Þess vegna notum við 5 sekundar regluna. 5 sekundur. Á nákvæmlega því sekundubroti sem boltinn tapast, þá hleypur liðið og pressar af krafti til að vinna hann strax aftur og það gildir í nákvæmlega 5 sekundur. Þjálfari B, já, og ef við vinnum hann? Já, þá springur liðið bókstaflega fram á við og sækir beitt inn í auðu svæðin áður en andstæðingurinn að álta sig. Viðbragðið stjórnar tempóinu. Þjálfari B, tökum þetta saman. Þetta einn svindlameðin fyrir fótbolta og UEFA elítstigi. Leikastandi ræðir því alltaf hvað það var að gera næst. Einmitt. Erum við með boltan, stækka völlin og búa til þrýrninga. Erum við án bolta, minka völlin og loka miðjunni. Og í öllum umbreytingum notum við 5 sekundar regluna. Allir verða að þekkja þetta upp á hár til að 2-4-1 kerfið virki. Þjálfari A, þá sitjum við bara eftir með eina stóra spurningu fyrir lokin á þessari yfirferð. Erum við tilbúin að stjórna tiglinum? Við skulum svo sannarlega vona það. Þetta kerfi krefst algjörar gæða, samvinnu og ótrúlega mikilla samskipta inni á vellinum. Tökum allar þessar pælingar hlutverk og meginreglur sem við höfum farið yfir, leggjum harðar á okkur og mætum með hugafarið í botnin á næsta æfingu. Njótið vélarúmsins.